Good morning and happy Sabbath once again. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag aftur. Would like to welcome our visitors Langar til að bjóða gestina okkar velkomna who are watching online. og líka þá sem að fylgjast með okkur á netinu. And I would like to see all your smiles today. Mér langar til að sjá bros ykkar í dag, alveg sérstaklega taka eftir þeim. We have a wonderful day today. The weather is good. Fallegu dagur sem við eigum í dag. It's a little bit cold, but it's good. Það svolítið kalt en hann fallegur. And I would like to ask you one more thing. Mér langar til að biðja ykkur enn eitt. Can you look at your sides, at your back and in front of you, Hort til hliða og fram og aftur. and give them your smile and greet them a happy Og Sabbath? brosa til þeirra sem eru í kringum ykkur og óska þeim gleðilegan hvíldardag. It's nice to see that we are being close today. Það gott að við getum verið svona nálægt hvor öðru í dag. Dear brothers and sisters, this is what we will be look like when we are in heaven. Þetta eins og svona munum við líta út þegar við erum á himni. Like it's a good feeling to see everybody smiling today. Það frábært að sjá það að allir brosandi í dag. So as we proceed to our divine service, Og svona við haldum áfram og byrjum á guðsþjónustunni hjá okkur. let us remember that we come into the presence of our holy God. Og við minnumst þess að við erum í návist Guðs föður. So let us set aside our worries Svo við skulum sneppa af okkur áhyggjum okkar open our hearts to Him, og opna hjörtum okkar gagnvart honum. and may our worship, our songs, our prayers Og be, mætti söngur okkar og tilbeðsla öll be a good incense to Him. og vera eins og vellyktandi fyrir hann. Okay, so after that we have a small announcement. Áður en svo komum við að stuttum tilkynningum eins og venjulega. We have our thrift stores that's open every Tuesday and Thursday from Við erum 2 to með 6. búðin okkar frá hverjum þriðjudegi og fimmtudegi frá 2 til 6. And we are inviting you for our prayer meeting every Tuesday at 12 Bjóðum noon. ykkur að koma á bænastundin okkar á hverjum þriðjudegi klukkan 12. And also our soup kitchen on Tuesdays from 6 to 8 p.m. Og súpustofan frá klukkan 6 til 8 á þriðjudögum. So anything else, more announcement? Okay. So before we proceed to our opening song, which will be led by our song leader this morning, Byrjum á upphaf söngnum okkar, það sem söngstjórinn okkar mun leiða okkur. let me read to you a small passage, inspirational passage. Þá ætla ég að lesa stutt kafla fyrir ykkur, It says uppörmur kafla. here, what a friend we have in Jesus. Við líkan vin eigum við ekki í Jesú Kristi. We can know Jesus as our friend with certainly because of he says to us in the Gospel of John. Og við vitum af þessari vináttu hans vegna þess sem hann segir í Jóhannesar Guðspjalli. In the book of John chapter 15 verse 13 it says, 15. kafla í Jóhannesi 13. no one has greater love than this, Það enginn sem hefur meiri kærleika heldur en akkurat þennan, to lay down his life for his friend. sem leggur líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Jesus is the greatest friend because he laid down his life for us. Jésús hinn stórkostlegasti vinur okkar því að hann hefur gefið líf sitt fyrir okkur. We also know from the Proverbs chapter 17 verses 17
Við vitum líka í orðskviðanum 17:17 that a friend loveth all the time. að vinur elskar ávallt. Since Jesus is our friend, Ef að Jesús vinur okkar, we can be certain that he loves us entirely, perfectly, and forever. að hann mun elska okkur ávallt og fullkomlega að eilífu, All the time. alltaf. We know that despite of what we have done, or he done, or have not yet do, Og við vitum að þrátt fyrir það sem við höfum gert eða ekki gert eða komið til leiðar, he is a friend who sticks closer than a brother. að hann vinur sem nærri okkur, nánari heldur en bróðir eða systir. So let us sing the hymn number 376, which will be led by a chorister. Svo líka syngjum sálnummer 376. Requesting everyone to please stand for our song. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations is the trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends his spies forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Let us pray. Father in heaven, we appreciate your love, your grace, and goodness. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir kærleika þinn Thank, og gæsku í okkar garð. thank you for the Sabbath. Þakkum þér fyrir hvíldardaginn. Thank you for safely directing our feet into your church. Og þakka þér fyrir að þú leiðir okkur göngu okkar hér í kirkju þína. That we are all here gathered in your presence Að við erum öll hér sameiginlega í nærveru þinni. to experience the blessing of peace and harmony. Til þess að upplifa blessun, friðar og einingar. Please fill our hearts with your Holy Spirit Vilt þú fylla hjörtu okkar heilum anda þínum, so that we will receive your message þannig að við getum meðtekið boðskap þinn with a willing heart. með viljugum hjörtum. With a humble heart, Lord, Við viljum auðmýkja okkur fram fyrir þér, Drottinn, please use me
og vilt þú nýta og nota okkur Hide me behind your cross, og að við getum verið fulltrúar krossþings, that it will be Jesus, að þannig að það verði Jesús, not I, will be reflected. frekar heldur en ég sjálfur sem endurspeglast. May everyone experience Mættu allir upplifa heaven's real joy, peace, and love today. hinn undurslega frið og gleði og fögnuð himnaríkis hér í dag. Bless our worship today. Blessa þú tilbeiðslu okkar í dag Forgive us, Lord. og fyrirgef okkur Drottinn. In Jesus' name, amen. Biðjum í Jesú nafni. Amen. Áður en við höldum áfram, þá mun ég þurfa að koma með dánarfregn til þess að færa söfnunum. Before we continue, I would like to share a message that one of our members has died, and it is my brother-in-law actually, Jens Wilhelm Danielsen, that passed away. Það Jens Wilhelm Danielsen sem lést hann 15. febrúar síðastliðinn á Ási í Hveragerði. Jens Wilhelm passed away the 15th of February in Ás, in the old people's home in Hveragerði in Ás. And his funeral is going to take place on the 27th of February at 1 o'clock, and everyone is invited. Útförin mun fara fram þann 27. Febrúar klukkan 1 og allir eru hjartanlega velkomnir. Guð blessi Jens. Takk fyrir, gjörðu svo vel að fá okkur sætið. Það tvö önnur atriði sem við þurfum. Sorry that I just keep on talking. Jennifer. Það tvö önnur atriði sem þarf að nefna. Ég sagt það fyrst á íslensku, að það eru tveir meðlimir, annar mun flytjast héðan og hinn að koma hingað, og sá sem að flytjast inn heitir James Ngombe, og við höfum lesið hans nafn hér áður og bjóðum hann hjartanlega velkominn til þáttöku í söfnuninni hér. Og svo það Per Birgir Johansen sem að biðja að færa safnaðarbréfið sitt héðan frá Reykjavík til Danmerkur til safnaðarins Ringsted menighed, Ringsted safnaðar. Og við erum að lesa þetta líka seinni lesturinn, svo það verður afgreitt hér. There are two membership transfers that I mentioned. James Ngombe is asking to move his membership to Reykjavik Church, and we are reading this, the second reading, so he is now a full member, and we welcome him. And then there is, thank you. Welcome, James. And then there is Per Birgir Johansen. He has been a member here for many, many years in Reykjavik. We haven't seen him much because he has lived abroad, but he is now asking to transfer his membership to Ringsted Church in Denmark. And we sort of vote him out of membership and wish him all the best. Thank you.
Okay, for our tithes and offerings, fyrir tíund og gjafir. we have two boxes there to put your offerings, like 2 colors of our Við erum að tala að það eru hérna körfur Offering hérna bag. fram í andirinu, það sem eru 2 litir, það er fyrir annarkvort fyrir guðsjónustugjafir eða fyrir hvíldarskólagjafirnar. Yeah, so everybody is welcome to offer their offerings for the church and for the project or for the ministry. Við erum þakklátt fyrir það ef einhver mynd vilja leggja fram gjöf And til for að efla starfið. and for the tithes also, we have this account number which you can send after. Og svo varðandi tíundina líka, en það er þessi reikningsnúmer hefur, en menn vilja senda frekar bara millifæra í tölvunni. Before we pray, let me read first in Malachi chapter 3, verse 10. Áður en við byggjum, þá ætlum ég að lesa úr Malaki, 3. kafla, 10. vers. It says here, bring the whole tithes into the Og það storehouse, stendur, komið með alla fulla tíund í forðabúrið, that there may be food in my house. þannig að það megi vera næring í húsi mínu. Test me in this, Og prófið mig með hvað þetta snertir, says the Lord Almighty, segir drottin allsheljar. and see if I will not throw you open the floods of gates Og of sjáu heaven, hvort ég mun ekki rúka upp í forðabúri alheimsins and pour you out so much og blessings. gefa ykkur yfirgnæfandi blessun. Let us bow down our heads for Við skulum prayer. ljúta höfði í bæn. Heavenly Father, Himneski Faðir, we thank you for the gifts and the tithes við and offerings that we have today. þakkum þér fyrir þær gjafir og gjafmildi gefandans í tíund og gjöfum í dag. Thank you for your goodness and your provision and faithfulness to us. Þakka þér fyrir kærleika þinn og gjafmildi þína í okkar garð. As we return our gifts and offerings, Sem við svo nú berum fram gjafir okkar, may you please bless this, viltu þá blessa þessar gjafir, drottin. and may you use this as to further your work. Megi það verða til uppbyggingar í starfseminni í kirkjunni. In Jesus' name we pray. Við byggjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. Before our next song, let me read to you another passage. Áður en við syngjum Inspirational. næsta sálm, þá er hérna eitt sem ég langar til að lesa. It's entitled Lead Kindly Light. Og það er hérna leið milda ljós. Lýs milda ljós. People have hard times for all sorts of reasons. Það eru allskyns hluti sem hjá fólk gera þeim lífið erfitt. Stress, Það getur verið streita, loneliness, einmanaleiki, anger issues, eða bara reiði mál, health problems, heilsu vandamál. financial woes, financial worries, Og það er bara fjárhagslegir erfiðleikar. you name it. Það er ýmsir hlutir sem ég getur nefnt. Maybe today you feel lost and discouraged. Kanski í dag þá finnst þér þú vera bara uppgjöfin eða í uppgjöf. Maybe you're fearful or maybe even depressed. Kanski ertu óttaslegin eða bara niðurdregin. Maybe you feel far from home. Kanski finnst þér vera einmana og langt burt að heiman. You may forget God, Þú getur kannski hafa gleymt Guði. but remember, He never forgets you. En mundu að hann gleymir þér aldrei. Then call upon Jesus, who will be your guide. Kallaðu á drottin Jesú að hann mun vera leiðtogi þinn. Strength and comfort amidst of encircling gloom in your life. Og hann mun styrkja þig og gefa þér uppörfun í lífið þínu. Lead kindly light. Lýs milda ljós. For our hymn of adoration, Að það er sá sálmur sem við syngja núna.
Sálm nummer Let us sing 78. hymn number 78. Sálm nummer 78. May I invite everybody to stand? Hello, church. Happy Sabbath. Kæri söfnuður og gleðilegan hvíladag. I'll be doing a scripture reading Ég ætla að lesa ritningaversið. from 1 Peter, chapter 3, Þriðja vers verse 8 to 12. og það versin 8-12. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous, by not returning evil for evil, or reveling for reveling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Og ég lesa á íslensku. Að lokum verið allir samhuga, hluttekningasamir, bróður elskir, miskunnsamir, auðmjúkir, gjaldið ekki illt fyrir illt eða illmæli fyrir illmæli. Heldur þvert á móti, blessið því að þér eruð til þess kallaðir
að erfa blessunina. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum að mæla svik. Hann sneiði hjá illu og gjöri gott ástundi frið og keppi eftir honum. Því að augu drottins eru yfir hinum réttlátu og eyru hans hneigjast að bænum þeirra, en auglit drottins gegn þeim sem illt gjöra. Okay, now may we bow our heads and pray. Skulum lúta höfði í bæn. Oh, Heavenly Father, Himneski Faðir, we come to you today on this Sabbath day. við komum fram fyrir þig hér á þessum hvíldardegi In your precious name, thanking you for the gift of life og við komum hér fram fyrir þig til að þakka fyrir gjöf lífsins. and for bringing us safely into your house of worship. Að þú hefur komið okkur hingað í þitt tilbeðsluhús As we begin this divine service, og sem við hefjum nú þessa guðsjónustu, we ask that your Holy Spirit would be present among þá us, bíðum við þess að heilagur andi þinn sé hér til staðar meðal okkar softening our hearts, og að hann hafi áhrif á hjörtu okkar quieting our minds, og hafi áhrif líka bara á hug okkar and turning our thoughts away from the cares of the week og snúi okkur frá áhyggjum daglegs lífs and towards the beauty of your holiness. og í átt að heilanleika þínum. We pray for our pastor and all who participate in today's service. Við byggjum fyrir öllum þeim sem taka þátt í guðsjónustunni hér í dag. Grant them wisdom, humility, and power from above. Mættu þau fá krafta ofan frá þér og visku. Let your word go forth with clarity and conviction. Mætti orð þitt ganga fram að skýrt og sannfærandi. And may it bear fruit in our lives. Og mættu þau bera ávöxt í lífi okkar. Remember those who are sick, discouraged, and grieving. Og þeir sem eru sjúkir og aldursnugnir og í erfiðleikum, drottin, vilt þú hugga þá Or burden in any way. og taka byrðir þeirra af burt. We also make a special request Við viljum líka koma með sérstakar fyrirbæn. as we've just recently lost a member of our church. Við höfum bara nýlega núna mist einn af safnaðarmeðlimunum okkar. We ask that you be there with his family Vilt þú vera þar með fjölskyldunni and the rest of us as a church. og blessa þú söfnuðin í heild. May you comfort us through this tough time. Og mættir þú hugga okkur á erfiðan tíma. Bless our children and the young people, Blessa þú börnin okkar, unga fólkið, and teach us all to love what you love and live for your kingdom. að mættu elska það sem þú elskar og stefna í þetta dýrðaríki. Father, we invite you to have your way in this place. Drottin, vilt þú koma og hafa þín leið og leið okkur í þessu húsi. May we bring honor to your name, Að við gefum þér dýrðina strengthen your church, og styrkja söfnuð þinn and prepare us for the soon coming og að undirbúa okkur fyrir nána og bráða komu þína of our Lord and Savior Jesus Christ. af drottni Jesú Kristi. We ask all these things with thanksgiving. Allt þetta leggjum við fram fyrir þig í þakklæti In Jesus' name, í nafni Jesú Krist. amen. Amen. Before we hear the message in scripture, we will hear first the message in song, which will be rendered by Venice and Amber. Við verðum nú njóta þess að hlýða á boðskap í söng. Það Venice og Amber. Gjörðu svo vel.
three kinds of love in this whole wide world that we should ever know, and we should ever do. The first kind of love
Okay. Yes. Okay. Yeah. The title of my sermon this morning is The Beauty and Blessing of Unity. Svo að efnið í dag fegurð og blessun einingar. Hashtag Relationship Goals. Og það hérna, svo það svona kassi hér, það takmarkið raunveruleg persónuleg tengsl. A while ago, Pastor Eric was asking me, is it wrong spelling or did you really write it that way? Ég var að spyrja, þetta skrifa rétt? Þetta Yeah. stafa ránt? I intentionally wrote the spelling of relationship as relationship. Svo hún breytti þessu yfir í svona raunveruleg tengsl. Yeah, you are tengsl. You are smiling because for me there is such thing as unreal relationship. Og þið að brosa, en hjá mér þetta til líka þarna tengsl sem ekki raunveruleg, ekki áþreifanleg. But let me start with this. En við skulum byrja með þetta eftir það sem við erum með núna. Statement, no man is an island. Það enginn sem algjörlega bara eyland. Meaning that no one can go through life completely alone. Það enginn sem getur farið í gegnum allt lífið bara upp á eigin spýtur, einn. Just like islands need bridges or boats. Og svona eyja þarf brýr og báta til þess að sigla í. To connect with others. Til þess að tengjast öðrum. People need relationships and connections to thrive and succeed in life. Fólk þarf á tengslum og samskiptum til þess að ná árangri í lífinu. We need relationships. Do you agree with me? Við þurfum á tengslum að halda. Eru þið sammála mér? Yes, yeah. There is this American psychologist named Abraham Maslow. Svo það að þessi ameríski sálfræðingur sem heitir Abraham Maslow. Yeah, he created the well-known Maslow's hierarchy of needs. Og það þetta til eitthvað sem þekkt hjá honum sem þessi þarfakerfi í píramídaformi. It is in a pyramid form. Já, þetta í formi píramída. His conclusion was that Og niðurstaða hans var þessi. Each of us has various levels of need. Hver okkar eigum svona mismunandi þarfir. As we satisfy one level, Og þegar við náum á einu stigi þessum þörfum, we then move up to the next level. þá það að við færumst yfir á næsta stig, næsta svið. Okay, Maslow research revealed that before we can be a person of value, Hann greindi þetta þannig, Maslow, að áður en við verðum svona að fullgildri personu and become all that we were intended to be, og getum orðið það sem við í raun upphafi voru áttum að verða, we first must have our social needs met. þá þurfum við fyrir það fyrsta að fá okkur til félagslegu þörfum mætt. You can see there love and belongingness, love and belonging. Það kærleikur og tengsl. We cannot reach self-actualization Við getum ekki náð alveg í topp skilningi except that we must be a part of a group, nema því aðeins að við séum þáttakendur í einhverjum hópi affiliating with others, og í tengslum við annað fólk. experiencing caring and sharing harmonious relationships. Og að geta náð í djúpum tengslum og líka í algjörum friði að ná samskiptum milli fólks. Okay. Again, I say we need relationship. Og ég nefni það og undirstrika, við þurfum raunveruleg
samskipti. Actually, the need for others is rooted deep within our souls. Og það þess að þarfir annara eru standa djúpt í sálu okkar. God planted it that way. Guð kom þessu þannig til leiðar. That's why God said, Það þess vegna að Guð segir, it is not good for a man to be alone. það ekki gott fyrir mannin að vera einsamall. We know that very well in Genesis. Við þekkjum það mjög vel í fyrstu Mósebók. Both Adam and Eve were created in God's image. Og Adam og Eva voru sköpuð í mynd Guðs They enjoyed a happy relationship with God. og þau áttu þetta undursamlega góða samfélag við Drottinn Guð Enjoy direct fellowship with Him. og nutu þessar góðu samskipta. They walked and lived with Him in harmony. Þau gengu með honum og lifðu með honum, bjuggu með honum í sátt og samlyndi. The relationship was real. Og tengsl þeirra voru raunveruleg. It was genuine or authentic. Þetta var svona náin og raunveruleg tengsl. That relationship was before the fall. Þetta var eitthvað sem átti sér stað fyrir syndafallið. Healthy relationships are the key to a happy life. Og raunveruleg og góð tengsl er lykillinn að góðu lífi. In fact, research studies have shown that having a healthy relationships in our life can be or can have a potential or positive effect on our health. Og það kemur í ljós að það eiga þessi náin og góðu samskipti milli fólks og milli okkar og annara bara hefur góð áhrif á heilsuna. In one of the articles that I read, Og einum af greinunum sem ég hef lesið undanfarið written by psychologists, segir sálfræðingurinn, two things caught me in his article. það var tvennt sem ég rakst á og skildi í þessari grein hans. I don't know if you will agree with me, Ég ekki viss að þið kannski eru þið ekki alveg sammála mér, but according to the psychologists, en samkvæmt þessum sálfræðingi, and I agree with him, og ég sammála honum, when we have a healthy relationships, þegar við eigum í góðum samskiptum við hvort annað, God wants us, I used to say, we become less stressed að þá dregur úr streitu í líf okkar. or no stress at all. Eða það engin streita yfir höfuð. If we have unhealthy relationship, Ef við erum í samskiptum sem eru ekki heilbrigð, we become stressed, þá eykur það á streituna. right? But when we are in a healthy En relationship, þegar við erum í góðu sambandi, we know that someone að þá vitum við, sjáum við og finnum að það einhver einstaklingur loves us sem elskar okkur and supports us og styður við það sem við erum að gera. when we are going through something. Þegar við eigum í einhvers konar erfileikum, Even though we don't see that person, jafnvel þó við sjáum ekki þennan einstakling, we know that we have somebody to lean on, að þá vitum við að eigum einhvern sem við getum hallað okkur að. right? Do you agree with me? Eru þið sammála mér? It's good to have somebody whom we can depend or lean on when we are on a rough day. Svo mikilvægt að hafa einhvern sem við getum hallað okkur að og notið stuðnings frá. The second one is Það er númer 2. when we have a healthy relationship, Þegar við höfum þessi raunverulegu og góðu samskipti, it gives us greater sense of purpose. að þá skiljum við líka hver tilgangur lífs okkar Me- frekar. Many people strive to feel like they're doing something good for someone else. Að sjá að við erum að reyna að gera eitthvað gott fyrir einhvern annan.
and improving the world in some way. og erum að auka við og hjálpa einhverjum að komast frekar að í sínu lífi. Being in a loving relationship, Að það að eiga kærleikslíkt samfélag við einhvern, no matter what kind of relationship, sama hvernig það can give a person a sense of well-being. þá getur það gefið fólki tilfinningu á vellíðan. For example, Til dæmis, if our partner or a brother or sister wants to do something, ef að bróðir okkar eða maki eða systir langar til þess að koma einhver í kring isn't it that you provide encouragement? og þú styður þennan einstakling. For example, he wants to change his career. Eða til dæmis þessi einstaklingur sem náinn okkur langar til þess að breyta starfsferil. You help that person whom you love to update his or her resume. Og þá hjálparu þeim einstaklingi sem við erum að tala hér til þess að bara bæta við starfsferil sinn. At home, if your kids are doing their homework, lots of projects, Og ef að þú ert heima og það mikið að vera og það að gera alls konar verkefni heima fyrir, okay, you tell them, okay, it's my turn for now, I'll do the household for you, household chores for you. þá segir þú, ég mun vilja styðja við þig og ég mun taka að mér bara heimilistörfin svoleiðis að þú getur einbeittir að því sem þú ert að gera. We as parents, we give them time to study. Við gefum þeim tíma til þess að halda áfram að læra og lesa og undirbúa sig. By doing this, Með því að gera þetta, we contribute to their sense of purpose. að þá erum við að auka við þeirra skilning á tilgang í lífinu. There are a lot of other things, healthy benefits of having a healthy Það relationship. eru margir aðri þættir sem eru mikilvægir í því og í tengslum við það að eiga góð samskipti. However, we can only enjoy the benefits of a healthy relationship En við getum samt bara notið þessara þátta varðandi heilbrigð samskipti if there is unity and harmony among us. ef það eining og harmonía í lífi okkar. Let us take a look of what our scripture text today tells us Skoðum það sem þau ritningavers sem about, við höfum lesið í dag. about traits that we need to have. Traits that we need to Og það have eru þættir sem við þurfum að leggja áherslu á til þess að skilja. in order for us to dwell in harmony and unity. Þannig að við megum vera í einingu og í harmoníu í lífinu okkar. That we may achieve relationship goals. Þannig að við getum náð þessum raunverulegu markmiðum einingarinnar That spread love, peace, and joy. sem kærleikur og friður og gleði. The first trait that I want to share to you is unity of one mind. Og það fyrsta sem ég langar til að benda á, það þessi eining í huga. Our text, it says in the first paragraph or sentence, Og það stendur hér í textanum í fyrra Pétursbréfi, fyrst í versunum. says, finally all of you be of one mind. Og það að lokum verið einhuga eða samhuga. Okay. In a team games like basketball or football or any team games, Sem í einhverjum liðsíþróttum, svo í fótbolta eða körfubolta eða einhverjum öðrum, each player has a shared purpose, right? að þá hafa allir þeir sem taka þátt í leiknum sameiginlegt markmið. Every member has the same objective, Að það allir að stefna að sama markinu that is to win the game. og auðvitað að vinna leikinn. This is often referred to as one heart, one mind. Og þetta oft talað sem einn hugur og eitt hjarta.
a team falls apart, og liðið auðvitað liðast í sundur og dettur í sundur and loses its aim og missir marks when it is not of one mind. ef að það ekki einhuga í því sem það ætlar að gera. It takes work for a team to be of one mind. Það bara tölver vinna fyrir liðið að vera í einhuga. And each part of the team has their own part, and they must work for it. Og hver þáttur í liðinu eða liðsmaður hefur sérstakt hlutverk og hann verður að vinna að því. To accomplish their goal, Þannig að þeir nái markmiði sínum and that is to win. og það er auðvitað bara að vinna. The same thing with us. Samir með okkur. We are called to be one body Við erum kallað til þess að vera einn líkami and one family in Christ. og ein fjölskylda í Jesú Kristi. Yes, we will disagree at times, Það getur vel verið samt að við séum ósámála stundum, but our scripture commands us to have unity of mind. en ritningaversið hjá nefnir það og undirstrykar að við séum einhuga. Sometimes we may think, Stundum getum við kannski haldið og skilið well, her voice inside says this, að rödd hennar, hið innra með henni, segir þetta, but my voice inside me says this. en röddin, hið innra með mér, segir eitthvað annað. If that is the mind of each party, Það hugur hinna ýmsu eða mismunandi? then nothing will happen. Ef að svo að það þarna ágreiningur á milli, þá gerist ekki neitt. But God tells us, En Guð segir okkur, no, get on the same page. nei, komið og verið á sömu blaðsíðunni. Have unity of mind. Verið einhuga, segir hann. The second trait is having sympathy and being tender-hearted to others. Og það næsta atriði að vera einhuga og að hafa samúð og sína mildi og hlýju til annara. This is the ability to feel what one another is feeling. Og það þessi eiginleiki að geta fundið fyrir því hvað aðrir eru að finna og hvað aðrir skynja. Is important so we understand them and where they are coming from. Og það svo mikilvægt að menn séu þannig til í að skoða og skilja hvað aðrum gengur til þess að vera í einhuga. Let us look around the room here today. Skoðum bara, horfum, lítumst í húsinu hérna hjá okkur í dag. Maybe there are people who don't feel like they belong. Sorry. Maybe there are people here who don't feel like they belong. Það gæti verið að það væri hér einstaklingarinni sem finnst ekki að þeir tilheyri hér. The people who are going through a tough time. Að séu einstaklingar hér sem að fara í gegnum erfiðan tíma. Understand them. Þá spurningin að hvort við getum skilið þessa einstaklinga. Be compassionate. Að við höfum samúð með þeim. Practice active sympathy and compassion. Að það svo mikilvægt að við hafa virkan samúð og tilfinningu með öðrum. Look beyond the surface to understand that others are carrying unseen burden. Að það svo mikilvægt að bara aðeins að skoða undir yfirborðið, að reyna að skilja hvað aðrir eru að reyna að fara í gegnum. Actively try to see situations through God's eyes or with unconditional love. Reynum að skoða með augum Guðs hvað í gangi, hvað undir yfirborðinu og sína skilyrðislaukans kærleika. Let's sympathize and understand. Og sínum samhúð og skilning. Someone else may be making a different decision. Það gæti verið að einhver væri hér að gera aðra ákvörðun, ákvarða á annan hátt.
someone else may believe something differently than you. Það gæti verið að einhver hafi allt annan skilning og ákvarðanatöku heldur en þú. Their decision may be unwise. Það gæti líka verið að svo ákvarðun sem þeir standa í því að ætla að taka sé óskynsamleg. Their belief may be objectively wrong. Það gæti verið að trú þeirra sé bara raunverulega á röngum forsendum. In those situations, Í þannig kringumstæðum sympathy doesn't mean we ignore bad beliefs or behaviors. þá erum við ekki að hunsa rangar skilning eða ranga framkvæmd It, eða mean, hegðun. it means we acknowledge that the devil spirit is at work. Þá bara erum við kannski að gera eitthvað grein fyrir og að skilja að ill öfl eru að verki. Instead of making harsh, foolish judgments that divide, Svo við ættum og í stað þess að koma með einhverju harða og ákvarðanir sem sundur, greina í sundur og skapa erfiðleika. let us pray and ask God to help and give us wisdom to deal with such situations. Biðjum þá heldur drottinum að hann komi að og hjálpa okkur til þess að milda hluti og koma með rétta og góða ákvörðun. Instead, let us be peacemakers. Og þannig að við séum friðflytjendur. And surely we will be blessed Og as við- what God said in his sermon at the mount. Og við munum svo sannlega njóta blessana eins og kemur fram í fjallræðinni frá Jésu. Okay, the quickest way to turn a bad relationship into a good one is to pray. Og leiðin til þess að snúa erfiðum samskiptum yfir í góð samskipti bara fyrirbæn. For the other person. Að biðja fyrir hinum einstaklingnum. The truth is, we can't change other people, Og sannleikurinn sá, við getum ekkert umbreytt öðrum fólki, but we can pray for them. en við getum beðið fyrir þeim. All the positive thinking in the world can change another person. Öll þessi jákvæða áhrif í heiminum geta ekki breytt annarri persónu. Only God can change them. Remember that. Það eingöngu drottinn sjálfur, heilagur andi, sem getur breytt þeim. The third trait is deeply loving one another like Jesus does. Og í þriðja lagi þá það að elska hvert annað á djúpan hátt alveg eins og Jesús gerir. Selfishness, Eigingirni, looking out for yourself over the needs of the other person. að skoða bara eigin þarfir í stað þess að skoða þarfir annara. This is the downfall of many Að relationships. þetta samskipti, niðurbrot margra samskipta. Unfortunately, we all tend towards selfishness because of our sinful nature. Því miður þá skoðum við, þá lifum við oft í eigingirni vegna syndurs eðli okkar. But Jesus is our greatest model. En Jesús hinn stórkostlega fyrirmynd okkar. Jesus came to show us a different way. Að Jesús kom til þess að sýna okkur aðra leið, betri leið. And that is self-giving. Og það að gefa af sjálfum sér. He served others, Hann þjónaði öðrum. even to the point of giving up his life. Jafnvel í miklu mæli hann gaf sitt eigið líf. And from that, we see the ultimate demonstration of his unconditional love. Og þetta svo stórkostlegasta lýsing á skilyrðislausum kærleika hans. John 15, verse 13 says, Jóhannes 15:14 segir, "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends." enginn gerir meiri kærleika en þann að leggja niður líf sitt fyrir aðra. Jesus is our friend. Að Jesús vinur okkar. He did everything for us. Hann gerði allt
fyrir okkur because he loves us. vegna þess að hann elskar okkur. Another one is deeply loving others is forgiving them. Og í næsta atrið að raunverulega að elska aðra, það er sorry, do that. For, is forgiving them. Já, Deeply loving others. það næsta er atrið að elska einhvern djúpt og innilega, það er að fyrirgefa þeim. Of course, it is not easy to forgive those who wrong us. Auðvitað er ekkit auðvelt fyrir okkur að fyrirgefa þeim sem ger okkur eitthvað rangt til. Mending a relationship can be incredibly difficult. Að lagfæra tengsl okkar við aðra getur verið gríðarlega erfitt. When we are the ones who were wronged. Þegar það erum við sem orðið fyrir einhverjum rángindum. The choice between anger and forgiveness is hard. Og það er þetta valið að milli þess að reiðast eða það að fyrirgefa getur verið erfitt val. But that doesn't mean it's wrong to be angry. En það þýðir ekki samt að það sé rangt að vera reiður. If someone hurts you, it's natural to feel anger. Right? Ef einhver gerir þér rangt til, þá er það eðlilegt að bregðast við í reiði. But there is one thing in here. En það er eitt atriði hér. When we let that anger stays long and turn into bitterness, Ef við látum þessa reiði snúast inn í biturleika, it ends up eating away ourselves. að það hefur það neikvæðir áhrif á okkur sjálf And of course, the relationship. og auðvitað líka á tengslinn við aðra. One example of this kind of grudge is the story of Esau and Jacob. Og eitt dæmi þetta eru vandræðin milli Esau og Jakobs. You know the story very well. Þið þekkið söguna vel. It took many years for these brothers to mend the fight between them. Það tók mörg ár fyrir þessa bræður að lagaðist þessi vandræða milli þeirra. After Jacob stole Esau's blessing as the firstborn. Eftir að Jakob stal þetta bara frumburðaréttinum frá Esau, bróður sinum. And yet Jesus calls us to forgive instead of clinging to bitterness. En Jesus kallar okkur til þess að fyrirgefa í stað þess að viðhalda þessum biturleika. I know it's hard Veit það er erfitt to love our enemies. að elska óvina okkar. But God said in Matthew 5 verse 44, En Jesus segir í Mattheus 5:44, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. blessaðu, elskiðu óvinniðar og komið vel fram við þá sem jafnvel ofsækja ykkur eða ofsækja ykkur. Okay, the last trait is Síðasta atriðið, being courteous and humble-hearted. að vera kurteis og auðmjúkur í hjarta. Let us choose to be gentle. Og veljum að vera mild. In moments of frustration, choose to respond with gentleness instead of anger or harsh judgments. Og í erfiðleikum þar sem þú ert frústreraður, gengur í erfiðleika, að þá veldu það að koma fram á mildan og fallegan hátt. Let your kindness be what they remember about you. Og þessi milda og fallega viðmótin, megi það vera það sem fólk man eftir í samskiptum við þig. Another point is, Annað atriði, let us see others as important. og skoðum aðra sem mikilvægar personur. It means valuing others above oneself. Að það að sjá aðra sem aðri og mikilvægari heldur en sjálfa þig. Treating people with love,
að koma fram við fólk af kærleika and not only looking to our own interest. og ekki bara að skoða þarfir, mínar eigin þarfir. You are not thinking of yourself that you are better than them. Þú ert ekki, þá skoðar ekki sjálfan þig sem betri og mikilvægari heldur en þá. This is described as gospel humility. Og þetta, þessu lýst sem auðmýkt, which is rooted in the character of Jesus, who was gentle and lowly in heart. og sem skoðar og horfir til Jesú sem var mildur og auðmjúkur af hjarta. Let's have Jesus in our heart, Mætti Jesús vera í hjörtum okkar. that we can possess a humble heart that is open, willing to learn, and able to admit mistakes. Að við mættum hafa hjarta þannig sem opið og tilbúið til þess að viðurkenna mistök og koma fram af auðmýkt og kærleika. We know what it's like to cross our arms in an argument, unwilling to admit we're wrong. Að vera föst svona og hörð í sambandi við einhverja deilur eða einhverja umræðu sem við erum í gang með. We might even have a list of reasons we should win an argument. Og við getum haft bara langan lista af ástæðum hvers vegna við ættum að vinna þetta rifrildi. But having a healthy relationship requires letting go of that pride. En það að eiga í eðlilegum eða í raunverulegum góðum samskiptum þýðir að maður þarf að slaka á og gefa eftir hvað þetta snertir. Ephesians 5 verse 21 calls us to submit to one another out of reverence for Christ. Og Efesíubréfið 5:21 talar það að koma fram af auðmýkt og að draga úr eigin verðleikum og krafti í því að koma hlutunum fram bara í mínum eigin hugmyndum. In conclusion, Í sem niðurlag, I would say that the problem now is that we live in a fragmented world where disunity is common due to pride and self-focus. Það sem ég að segja hér, að vandamálið sem við erum að tala er að við búum í heimi sem sundur skiptur og í erfiðum syndum spilltum heimi, það sem mikið stolt og við erum að koma eigin málum á framfæri. Yet we want to be in a real relationship with others where there is genuine love. Við viljum vera í raunverulegum samskiptum við aðra, það sem sannur raunverulegur kærleikur. We all want to grow in love. Við þráum að vaksa í kærleika. We all want to be loved. Og við þráum öll að fá kærleika á móti til okkar. But we want to make sure that the love we receive and give is genuine, authentic, and the real deal. Við viljum að sá kærleikur sem við fáum og sem við gefum öðrum sé raunverulegur og raunverulegur kærleikur. We long to dwell and experience the beauty of being in a relationship Við þráum að eiga í samskiptum, þessum raunverulegu, góðu, nánu samskiptum, where unity and harmony is present. það sem eining, sönn eining til staðar. There is a promise of blessing in Psalms 133, verse 1 to 3. Í Sálmi 133 í 123. versi, That when we are united together að þegar við erum saman as one family, eins og ein fjölskylda, one church, ein kirkja, one community, eitt samfélag, it is not just necessary. að þá
þá það ekki bara nauðsynlegt, but it is good and pleasant. en það ekki bara nauðsynlegt, heldur það gott og það þægilegt. You can read in English the wonderful Psalm of David. Ég lesið á ensku hér þennan undursamlega fallega sálm á Davíðs sálm, And I want to repeat the wonderful promise. og ég vil endurtaka þetta stórkostlega fyrirheit. How good and pleasant it is when God's people live together. Hve undursamlegt það ekki þegar fólk Guðs býr saman. For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Og þar gefur Guð þessa gjöf blessunarinnar og líf að eilífu. Isn't that a wonderful feeling? Það ekki stórkostleg tilfinning? That if we are in a unity, if we are united, Að þegar við erum í einingu we, saman, we are blessed. þá njótum við blessunar. I want to make an emphasis that Mér langar til þess að undirstreka unity is a gift to be cherished. að það að einingin gjöf sem við þurfum að halda upp á. It is not earned but received from God. Að það ekki eitthvað sem við fáum og vinnum að, heldur þetta bara gjöf sem frá Guði. Unity is only found in Jesus Christ, Og einingin bara að finna í Jesú Kristi, who breaks down wall of division. sem rífur niður múra aðskilnaðarins. Unity is a work to be done. Einingin vinna sem við þurfum að ná tökum á. It requires Það kemur það útheimtir unity of one mind, að við hafa hug að einingarinnar vera sammála, having sympathy and compassion to one another, að við hafa samúð og skilning í gagnvart hvort öðru, deeply loving one another like Jesus does, og að elska hvert annað á djúpan og innilegan hátt eins og Jesús gerir. being tender-hearted, Að vera þannig viðkvæm gagnvart öðrum courteous, og kurteis and humble-hearted. og vera auðmjúk And I want to af add, hjarta. and I want to add, Og mér langar til að bæta við forgiving. að vera fyrirgefandi. When we dwell in unity, Þegar við erum í einingu, we experience God's commanded blessing of life. að þá upplifum við þessa stórkostlegu blessun sem einungis Drottinn veitir. There is blessing in an atmosphere where there is unity. Það blessun í þeirri tí viðhorfi og þeirri bara í kringumstæðum, það sem eining. Isn't that good and pleasant place to stay? Það ekki undursamlegu staður, gott og þægilegt og góðu staður að vera á? Finally, brothers and sisters, Og að lokum, bræður og systur, let us be the children of God who behold mættum við vera börn Guðs sem horfa this beauty and live in it. á þessa fegurð og að lifa í henni. Bringing the blessings of heaven to earth. Að færa niður blessanir himinsins til jarðarinnar. Jesus calls us to live out his unconditional love and acceptance to everyone. Og Guð hann biður okkur að vera með þennan skilningsleika kærleika og kærleika til og viðhorf að þess að meðtaka hvern og einn. May God bless us all as we navigate the beautiful journey. Mætti Drottinn blessa okkur þegar við nú göngum þessa leið, þessa mikilvægu leið. Beautiful things can happen. Undursamlegir hlutir geta átt sér stað. Amen. Amen.
Við ætlum að syngja salmur með 348, er ekki? 348. Let's all stand. Hvor sem kan min leið att liggja, lausnar i min fylgig þér. Þó að mér dug ég vænt grúfi, Gud þinn mitt augus er. Jeg vil fylgja frelsaranum, fyrir mig sem leið og þó. Skil the old og godly reitast, einig honum fylgi þó. All þín síðla valds og vindum, Háteg mínu af því lyfti, Herra mín og fylgi þér. Ég vil fylgja frelsaranum, fyrir mig sem leið og þó. Skil the old og godly reitast, einig honum fylgi þó. All förborg och säg du, eilíf reign i heimi her. Eftir þor ég verið fylgi drottinn Jesus þér. Ég vil fylgja frelsaranum, fyrir mig sem leið og þó. Fylgi old og godly reitast, einig honum fylgi þó. Og ætlum ég bara að þakka fyrir þátttökuna hér í dag. Þakka fyrir alla þá sem hafa tekið þátt í guðsþjónustunni Thank you for all the one that comes. og allir sem hafa tekið þátt í að leiða og spila undir og hjartans þakki fyrir fallega predikun. Lanni. Við skulum að lokum og ég ætla að bjóða ykkur öllum að koma hérna inn í safnaðarheimilið á eftir og njóta máltíðar. We will come in the side hall and have something to eat here after the service. En við skulum núna meðtaka blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen.